Þetta gerðist öðru hvoru megin við 1960. Haldinn er leynifundur, top secret meeting í stjórnarráði Íslands. Viðstaddir forsætisráðherra, menntamálaráðherra, útvarpsstjóri. Fundur settur. Útvarpsstjóra gefið orðið. Já, við höfum nú sammælst það að stefna að stofnun sjónvarps á Íslandi. Það er dálítið stórt mál. Það verður öflugasti fjölmiðill þjóðarinnar. Og nú þurfum við að byrja því að ráða fyrsta starfsmanninn. Það er að segja að mínu mati fréttastjóra eða heldur dagskrárstjóra frétta- og fræðsludeildar. Því að þetta á að vera fréttasjónvarp og þetta á líka að vera menningarsjónvarp. Vandinn er að finna rétta manninn í jobbið. Þá segir forsætisráðherra, já, hann má allavega ekki vera kommi. Og menntamálaráðherra segir, nei, hann þarf helst að vera krati. Útvarpsstjóri bætir betur og segir, nei, hann þarf að vera með öllu óháður pólitískri starfsemi á Íslandi. Heiðarlegur, traustur og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis. Þannig gerðist það að séra Emil Björnsson, fréttamaður útvarps, ég held hann hafi verið varafréttastjóri Jóns Magnússonar, þó það skipti ekki neinu máli, þrammar upp landganginn og borði Gullfoss með 3 af 4 börnum sínum í eftirdragi og eiginkonu til þess að enginn dytti nú útbyrðis eða gleymdist á bryggjunni og kynnti sig sem, ef einhver spurði tilgang fararinnar, hann væri nú orðinn fréttaritari útvarpsins í Lundunum. Þetta er mikið að gerast þar, meðal annars í málum Stóra Bretlands og Litla Íslands. Þar var verið að deila fiska. Þjóðinni þótti þetta hið besta mál og fékk nýjustu fréttir frá London, fréttaukan svo voru kallaðir, og það hafði aldrei heyrst áður í íslensku fréttiritara í útlöndum. Þetta var hið besta mál. En enginn vissi hver hinn eiginlegi tilgangur fararinnar var. Hinn eiginlegi tilgangur fararinnar var að koma presti og fréttamanni í fullu starfi
í læri hjá frægasta sjónvarpi í heimi, BBC, og skyldi hann setjast þar á skólabekk og læra allan þann galdur sem felst í sjónvarpi. Það vill nú svo til að ég hef séð hér á Flandri í húsinu litla glósubók og eina og fleiri sem að presturinn nóteraði í, svona litla kompu, ótrúlegustu hluti, bæði tæknilega og siðferðislega og ég veit ekki hvað. Ég man til með þegar ég gluggaði þetta síðast, það var útskýring á til dæmis upptök á 2 manna tali í sjónvarpssal og ég held að þar hafi verið talað two-shot sem ég held að þýði það að myndavélin sé í kollinum á spyrglinum en viðmælandinn í fullri mynd. Nema hvað. Sunnan við Færeyjar skellur á kolbrjála veður miðjanótt og stóð ýmist stafni eða skutur upp til himins. Og þá þurfti ég náttúrulega endilega að vakna. Pottormurinn og fyrir að þramma þarna ganga og stiga, enda nú inn í borðsal og þar sátu einhverju kaupmenn og stórmenni að drykkju eða segjum það. Voru öllu vanir. Og enn held ég áfram að þramma skipið og enda upp á sóldekki. Ég hef sagt þá sögu áður, þessna verður hún í styttri kantinu núna, en hún mér, þetta atvik mér í fersku minni, en það svo gigantíst í raun og veru á alla kanta að annar væri bara beinlínis ekki hægt. Ég geng einhvern krabbagang út á sólpallinn og sé þá að þar situr maður í sólstól með ullatepp yfir sér og með vindil, stóra vindil í munninum og horfir í djúpið eða á stjörnurnar, svona upp og niður. Og ég gef mér að tala við hann, eitthvað, og hann segir, hvað er því þeir ekki hér? Ég er bara út að labba, sagði ég. Já, nei, þeir eru að fara til Kóis, Og svo var nú samtali eitthvað lengra og hann bara vísaði mér á dyrnar og svo ég rölti niður og laðist fyrir í þessum hamagangi öllum. Það sást ekki þerna á ferð á öllum þessum göngum. Þetta var eins og í draugasögu. Svo þegar við komum til Líð eftir þessar hamfarir, þá segi ég við pabba minn, sérðu mannin sem er að ganga niður,
disembarkated á ensku, samanber börgur, samanber skip. Sérðu mannin sem að ganga niður landgöfingin? Já, segir pabbi. Þetta maður sem ég hitt upp á sóldekki. Já, guðmur minn. En veistu hver þetta er? Nei, ég veit ekki. Mjög vinsamlegur. Hann heitir Halldór Kiljan Laxness. Hann mikið rithöfundur, fengið verðlaun. Já, sagði ég. Svo farið heim til Páls Árdals, heimspekingsins og prófessors frænda míns sem kendi við háskólann í Edinborg. Þar gistum við nokkur nætur og svo var farnir á Princess Street og þaðan við borðið í járbrautalest og svo ekki bara suður á bóginn þar til London sást í hillingum. Járnbrautastöðin í London var stórvirki. Og mýgúrtar á fólki á þunnum. Þegar út var komið blastiði sérkennileg sjón. Það var eiginlega myrkur sem grúði við borginni síðdegis. Eins og það eru 3 eða 4 teppi yfir henni allri. Efst var skýjahula, þykk skýjahula, svört. Síðan þar fyrir neðan kólareykur og enn neðar var útblástur bíla. Það sást ekki í heiðan heiminn neinstaðar og auk þess rigndi. Við stigum inn í leigubíl. Pappa og mamma settust í aftursætin, við drengirnir á einhverja niðurfellur, einhverja kolla, andspænis þeim. Pabbi var haldinn alveg óstjórnlegri áráttu, fyrir lestra áráttu. Það mátti ekki fara austur fyrir fjall. Hann byrjaði að halda ræður, landafræði og sögu og guð með þetta hvað, alveg frá Elliðaám og austur á Selfossi. Og gat halda þessu áfram alveg endalaust og eins var það í London. Hann byrjaði að fræða hann byrjaði strax að fræða okkur hvaða bygging þetta hefði nú verið sem við hefðum komið út úr, hvað þessi járnbrautast héti og dattara. Svo segir hann bílstjóranum að nú skuli haldið á White Horse Lane í Stepney, að gamla presturinu, eins og hann orðaði það. Og svo hófst fyrirlesturinn. Þetta man ég mjög greinilega. Og þarna var hús og þarna var annað hús og þá kom sögur af því og alls konar hús og hallir og kastalar og eitthvað fleira. Við drengirnir virtumst ekki hafa neitt áhuga á þessum fyrirlestri sér Emils akkurat þessa stundina, því að það var svo margt að skoða og hugleiða. Og þá segir sér Emil: strákar, hafið þið ekki neitt áhuga á að fræðast?
og við svöðruðum engu. Og þá man ég að mamma sagði svona fremur, það var fremur höstug við blessaðan eiginmannin. Emil minn, þú heldur náttúrulega þessi strákar okkar hafa aldrei séð nokkuð skapaðan hlut. En þeir eru búin að fara í 3 bíó, í Austurbæjarbíó og Stjörnubíó og svo framvegis. Þeir hafa nú séð ýmislegt. Og við það þagnaði presturinn. Áttaði sig á þessu. En við vorum enga síðan agndofa. Svo var haldið í Stefney að gamla presturinn þar. Það var eiginlega vígirt. Það var múr umhverfis það. En það sást ekki hús í kílómetra fjarlægð allt kringum þetta prestur. Þar voru bara rústir sem helgast af því að þetta prestur stóð af sér loftárásir í seinni heimsstyrjöld. En ástæðan fyrir því að Þjóðverjar höfðu svo mikinn áhuga á þessum hluta Lundúna er að hérna svokölluðu London Docks eða slippfélög við Thamesá voru hann í næsta nágrenni og þar var við að gera við herskip og önnur skip sem þurfti að sprengja í loft upp. Það held ég hafi nú ekki tekist hjá þeim, blessum Þjóðverjunum. En pressetrið stóð og ég ætla bara að segja eina sögu í svona fyrstu aðturnu frá þessu umhverfi. Ég álpaðist náttúrulega strax út í þessar húsarústir, því þetta var bara svo leikvöllur. Rakst þar á 2 stráka og ég kunni náttúrulega ekki ensku, 9 ára Polly eða eitthvað þar bil. Og eina sem ég þótti skilja var að annar sagði hinn að hann væri "This is my friend", sagði hann. "Friend", sagði ég, "friend". Og ég fór heim voðalega montinn, gamla pressetrið og sagði foreldri mínum að nú kynni ég orði í ensku og það væri frendi. Pabbi sagði, nei, ekki frændi. Hvað sögðu þeir? Frend. Já, nei, það er vinur, gummi minn. Jæja, þá var það komið. Vinur, það er ekki slæmt orð að læra. Svona í fyrstu bunu. Nú fer ég hrættu sögu hvar við bjuggum. Við vorum þarna nokkra vikur eða mánuð eitthvað svo. Þá var fundið annað húsnæði. Ég veit ekkert af hverju við héldum þangað. En sú gata hét, sú gata hét, nú er skott að muna, sleppið því í bíl og það kemur leið og ég ætti að hugsa það. En gatan var í Fulham og ég skal segja ykkur frá því seinna hvað þessi gata hét. Ég vil ekki láta ykkur bíða og þá kemur ein saga þaðan úr því hverfi eða úr því húsi og það var þannig að kona á næstu hæð var hindúi og hét Mrs. Patel og var eiginlega sóttrinsuð og var alltaf í sturt og baði og spraut á sig ilmvatnum
Hún var alltaf að banka hjá okkur og minn okkur strákana á að pús. Ha, hvað því það? Pús. Þá sagði hún, kom. Og við fórum og inn á klósett og þá hafði ykkur glimt að sturta niður. Svo við kölluðum hana Mrs. Patel Pús. Annað sem ég get sagt ykkur Mrs. Patel var að við fengum sent pínulítið úrbeina lambalæri fyrir jólin og mamma fór að elda það og ilmurinn af hangikjötinu fór náttúrulega upp á aðra hæð. Kemur ekki frú Patel Pús hlaupandi niður stigann og segir, hvað er að gerast hér? Hvaða ólíkt er þetta? Og er kannski að verða að elda nautakjöt? Ha? Nei, sagði mamma, þetta er nú bara íslenskt reykt lambakjöt. Já, það er skott. Að banna að elda belju hér í þessu húsi. Svo fór hún upp og fussaði og skammaðist allan stegan og lengi af eftir, enda líka voru við að narta þetta læri alveg fram yfir áramót, aumingja frú Patel. Svo var flutt í þriðja sinn og núna í Greenford og þar áttu við heim við götu síðan Linden Crescent og þar gerðist nú ýmislegt margt og merkilegt, en ég kannski segja eitthvað pínlítið frá því þér. En í aðalatriðum þetta, pabbi fór strax að stúdera hjá BBC, mamma sótti inngöngu Guildhall School of Music and Drama og fekk inngöngu og nástyrk og lærði allar heilt ár hjá söngkonunni Óda Slobodskaja sem var prímadonna í Pétursborg. Ég held bara sveimi þá fyrir byltingu, hallabyltinguna. Allavega var hún kölluð keisaraleg söngkona. Við látum þetta næði bíl en ég ætla nú að reyna að muna hvað gata hét hana í Fulham. Það er eins og ég segi, ef ég hætti að hugsa, þá man ég þess ég ofan að gleyma. Napier Avenue hét sú gata og ekkert meira það að segja. Jú, ein saga úr Greenford. Ég eignaðist hjól þar og byrjaði að skoða England og komst fljótt að því að upp á hæð, ekki fjarri Linden Crescent, var mikill skólamerkilegur sem hét Harrow on the Hill. En þar voru margir frægir nemendur einu tíð og kannski enn, og einn hét Winston Churchill.